Góðan daginn Ísland, það FM 95 Bjö sem að heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi. Björn Bragi með ykkur til klukkan 6 og mér til liðsinnis eru þeir Kristján Sturla og Nilli eins og í gær. Sup. Velkominir strákar. Takk fyrir það. Hvað syngur í ykkur? Sup. Já, þetta nett innkoma sko. Já, Sup. Já, varstu búin að plana þetta lengi? Já, ég var svona að pæli, hvernig ætti ég að koma inn núna? Já, varstu að pæli í gær og svo bara, best að ég segi Sup. Sup. Þetta var ágætt sér. Já. Þið voru í það líka í gær strákar, hvað finnst þið, nú eru svona saman annan daginn í röð, svona aðeins heitari, er það ekki? Við erum búin að kynast aðeins betur. Já. Og hvernig líkar ykkur hvort annan? Bara nokkuð vel. Ágætlega bara? Já. Bara mjög vel. Þú ert toppmaður, Kristján. Já, sömuleiðis. Takk að þér. Takk. Já, toppmennska hér. Hérna, stóðstu, Kristján, þú lýstir yfir í gær að þú ætlaðir í fjallgöngu í gærkvöld eftir þáttinn. Stóðstu við það? Nei, ég stóð ekki við það. Akkur ekki? Sko, ég ætlaði að fara alveg bara, var harðákveðin í því og þó þurfti að fara einn, sko. Já. Af því mér finnst ekkert mál að gera hluti einn. Já. Að hérna, en svo bara kom það upp að ég þurfti að fara á smá fund klukkan 10 kvöldið. Klukkan 10, þátturinn á búin 6. Já, en sko, þú veist, að fara, ég vildi fara... Það tekur ekki 4 tíma að lappa upp á Nei, ég vildi nefnilega fara klukkan 9, svo ég vildi ná, sko... Miðnætursólinni, sko. Já. Þetta var svona þannig pæling hjá mér, sko, svona... Svo róandi, sko. Ég skil þig. En það gekk ekki upp, en kannski kvöld. Sumarið er, já, kannski kvöld. En það reyndar síðan á að rigna út alla vikuna, sko. Já, það er þetta rétt. Við erum alltaf að tala um munin og veðrinu hér og í Bagdad. Hvernig er veðrið í Bagdad? Þannig að ég var að kíkja á það í dag, sko, því að þá sá ég, sko, að það er mjög skýjað á Íslandi í dag og svo bara rigna út vikuna. Já. Veistu hvernig veðrið í Bagdad er? Nei. Það er sól alla vikuna. Er sól hjá þeim? Hitinn er að detta í 50 gráður í Bagdad. Í 50 gráður? Já, hann er búinn að vera þarna að malla í svona 44 eitthvað svo leið, sko. Á fimmtudag, alveg fimmtudag til sunnudag, þá er spáin, sko, upp á 49 gráðu hita í Bagdad. Er ekki fólk að látast þarna eða? Örugglega, sko, og í Kúveit, þar er sko 51 gráðu hiti á föstudaginn. Hvað þetta er heitt? Þetta er rosalega heitt og við hvetjum náttúrulega alla sem að vilja skella sér í sólina til þess að bregða undir sér betri fætinum og fara til Bagdad eða Kúveit. Er Icelandair byrjað að fljúga til Bagdad? Ég vona það. Það annað væri... Vá held ég. Já, Vá er að fljúga til Bagdad, veit ég. En ég er hins vegar með veðri í Cape Town í Suður-Afríku. Höfðaborg. Hvernig er það? Og það er 20 gráður þar. Já, það er passlegt. Já, það er á laugardaginn sem spáð þrumuveðri. Nú, ok. Þannig að ég bið fólk að halda sig innandyra. Já, þeir sem eru í Cape Town og eru að hlusta, þeir skuluð halda ykkur innandyra á laugardaginn. Ég væri til að hafa þrumur og eldingar á Íslandi, það er aldrei hér. Ég hef búin að biðja þetta svo oft, þið er ekkert að biðja það, en ég hef búin að tala það mjög oft, sko. Já. Það er svo gaman að heyrst svona fjarska og maður svona... Það er svo kósi. Storm is coming, eitthvað svona, þú veist, og maður svona veit að það er að koma óveður og allir svona einhvern veginn kom inn eitthvað og svo kemur alltaf inn rigningin svo... Já, rafmagnið fyrir af, þá fyrir til teppi og eitthvað svona. Það vantar alltaf svolítið svona spennu, við höfum reyndar eldfjöllin, sko. Já, en þau eru svolítið langt frá. Neili, þú ert mikill svona kósi maður og fyrir svona rólegheitu kvöld. Jú, ég er það sko sannlega. Verður ekki til í svona þrumuveður? Nei, ég sko málið er að ég þarna lenti einu sinni í þrumuveðri í Frakklandi. Já, á heimalandi þínu. Já, föðurlandi mínu. Föðurlandinu. Og ég var bara ógeðslega hræddur. En fannst þér ekki svolítið kósi að vera hræddur? Nei. Hvað varstu gamall? Stundum gott að vera hræddur. 12. Ég var skítræddur. Já, þú verður ekki að hræddur í dag, sko. Nei. Þú verður kannski með einhverju sætri stelpu, þið verður undir teppi saman. Hlust á þrumuveðrið. Já, hlust á þrumuveðrið, rigningin að lemja takið alveg og þú bara... Ég lendi nefnilega eins og í þrumuveðri líka í svona thunderstorm í Flórida, á Flórida. Já. Og þá var ég á strönd og allt í einu sá ég bara, ég var einn á ströndinni og það var bara svona allir farnir og bara svona bekkir tómir og bara svona, þú veist, hangklæðið svona flaksandi, þú veist, eins og bara að einhver kom og allir hafði horfið bara og ég bara svona eitthvað, hvert fóru allir? Og ótrúlega nokk, það var amma mín, hún var með okkur sem fjölskyldinni með okkur og við vorum 2 þarna. Já. Og svo heyrðum við allir bara what are you doing? Get off the shore, get off the shore. Já. Eitthvað svona, og þá heyrðist bara og sáu bara eldingarna koma, það var rosalega, það var svolítið gaman, sko. Var ekki töff? Jó, það var mjög töff. Þetta hljómar mjög töff. Talandi töff, þá ætlum við að byrja þetta á flottri tónlist, nýdönsk. Já, við getum þakkað öllum fyrir að Nilli söng þetta lag ekki með nýdönsk á sínum tíma. Indislegir tónar frá indislegri hljómsveit og það er indisleg stemning hér hjá okkur. Indislegt. Er það ekki? Jú. Og það er komið að því að fara í slúðurpakka dagsins. Já, búið. Tilbúin. Alright. Herðu, þetta er sem sagt Hollywood slúður.
þetta er ekki íslenskt. Já, ok. Kannski tökum við íslenskt á 50-daginn þegar Séð og Heyrt kemur út. Það var gaman, svona 101 slúður. Já. Nilli sást leiða unga dömu á hlemmi. Herðu, hérna, fyrsta slúðrið, það er af dýraríkgerðinni. Eru tilbúinir? Ég var að segja, það er úr dýraríkinu. Vá, það er samt eiginlega úr dýraríkinu. Fyrsta slúðrið er úr dýraríkinu? Það er alltaf úr dýrabúð, ángríms. Herðu, það er sem sagt... í dýragarðinu, Suri Cruise, sem er jú dóttir Tom Cruise og Katie Holmes. Hún var í, gæludýrabúð í New York með mömmu sinni, Katie, sem að Nilli hitti þegar hún var á Íslandi. Kalla hún? Þau sem sagt fóru í gæludýrabúð og Suri var hann að leika við hund og hafa voða gaman, en hún fekk ekki að kaupa hundinn. Fór tómhent út úr búðinni. Nei. Fór tómhent? Já, ég hefði kannski átt að vara fólk við þessu slúður og biðja að stoppa bílana út í kanti af því að þetta er eitthvað sem hefur áhrif á marga. Fór tómhent? Hún fór tómhent út úr búðinni. Jesús. Nilli. Já, mér finnst þetta sorglegt. Það er gaman að eiga hund. Nei. Þú átt hund, Björn? Já, það er rosalega. Já, híklust. Er þetta ekki svona að þurfa að fara alltaf með hann einhvern veginn og viðra hann og eitthvað svona? Nei, ég meina, þú veist, maður þarf líka að viðra, þú veist, fólk. Já. Það er bara, það er yndislegt að eiga hund. Þetta eru yndisleg dýr. Hann er líka fallegur hundur þinn. Hann er fallegur, hann er góður og hann er tryggur og hlýðinn og góður. Ef þú erið blindur, hann myndi verða þig góður og hlýðóllur. Hann yrði augu mín og eyru líka. Besti vinur mannsins? Já, besti vinur minn allavega. Þannig talið það. Herðu, þá er það, þetta er svolítið svona leiðilegt slúður. Dætur Bruce Willis og Demi Moore, svona fyrir þá sem að mun ekki, þá voru Bruce Willis og Demi Moore gift tíma áður en að þau fóru sig hvort áttina. Nú eru sem sagt dætur þeirra 3 sem heita Rumor, Scout og Tallulah. Nú eru þær sagðar vera að íhuga að fá nálgunarbann á Demi Moore. Af því að hún sé eitthvað ángraðir svo svakalega. Já, Demi blessunin orðin alveg. Hún er vist búin að missa vitið. Nei, ég veit ekki, en allavega, þetta er orðrumur að þessi orðna svo gjörsamlega þreyttar á henni. Þær hafa fyrir löngu beðan að hætta bara að tala við sig, sko. Já. Og nú vilja þær fá nálgunarbann á hana. Þetta er ekki fallegt. Hvað ætla Roger Moore segja þessu? Nili, þú ert í mjög nánu sambandi við þína móður. Já. Þú ert væntanlega ekki sáttur við þetta? Nei, alls ekki. Nei, það fer náttúrulega eftir því hvað hún hefur gert þeim. Kannski hún gert þeim eitthvað sem við höfum ekki hugmynd um. Já, en hefur það verið svo svakalegt að það verðskuldi að þær tala ekki við móður sín og banni að hitta þig? Við vitum ekki hvernig stjórnarlíf Hollywood fer með mann. En hver er líkill að góðu sambandi við móður sína? Heyrðu, svolítið skemmtilegt að koma inn á þetta. Ég geti alveg séð mig fyrir tala um þetta örlítið náði við okkur yfir kaffibolla, sko. Já. En í svona stuttumáli, þá er það bara, skilur, vera tryggurinn og góður og þá farið það sama, eflaust tilbaka. Eflaust. Já. Gagnkvæm virðing, er hún mikið með? Það er rétt. Skilyrðislaus ást. Já. Gerur þú mikið með mömmunni? Þú veist, gerir þið mikið tvöfarið svona út eitthvað? Við höfum alveg gert það. Já, ég veit þið hafi gert það mjög mikið, sko. Já. Og gerir það ennþá það? Já, upp á vissu marki, skilur. Ok. Ég er náttúrulega uppgötta sjálfa mig og eitthvað svona, sko. Mótor á skeiðinu og eitthvað svona. Já, er það núna? Já. Þú getur setni í því. Já. Já, ok. Það er gott að heyra. Er þið meira af, sko, nálgunarbanni? Já. Þetta er líka mjög skrítið fyrir þetta, sko. Pabbi Lindsay Lohan, hann á von á barni, sem sagt, konan á von á barni hans. Og hann heitir semst Michael Lohan og konan heitir Kate Major. Kate Major? Þetta sko væri kannski ekki frásögurfærandi nema fyrir þær sakir að þessi kona fekk nálgunarbann á Michael Lohan fyrir bara einhverju síðan og nálgunarbanni var ennþá í gildi þegar hún varð ólétt eftir hann. Þannig að þau sem sagt, hún fekk nálgunarbann á hann en þau voru samt eitthvað hittast og hann bannaði hana. Já, samt nálgunarbann í gangi. Já. Þetta er svolítið skrítið, sko. Þetta er skrítið. Já, þetta er... Er þetta pabbi Lindsay Lohan? Já. Lohan er kominn með að burt. Hvernig er ártaki sem á vel við núna, margt skrítið í kýrasnum? Já. Mjög vel við núna og látum það verða loka orðin í þessum slúðurpakka dagsins hér í F957. Ertu búin að fatta að hverju rörið er svona stórt? Því bitarnir í Crushers eru svo stórir. Crushers ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Í dag er Atlandsolíudagur, 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn, Atlandsolía. Þú ert að hlusta á FM
FM 95 Blö á FM 957. Tónar hér í FM 95 þetta Sálnars Jónsmíns og undir þínum áhrifum. Það er engin vafi það. Það er engin vafi það. En það eru varla nokkur heppnari en við. Já. Er ekki þessi tilfinning svolítið ævintýrleg? Jú. Ef að fara með all lagið. Það er rétt, við höfum margt til að vera þakklátir fyrir. En herru strákar, við vorum að ræða þetta í gær hérna með stjörnufansinn sem búinn að vera á Íslandi og nú bara í dag verið að segja frá því að hann Flea vinnur okkar úr Red Hot Chili Peppers í líka til Íslands. Nei, hættu nú alveg. Ég hætti ekki, Kristján. Hvað að gerast? Það rignir inn stjörnum. Þetta gott. Ísland næsta Hollywood, ég að segja ykkur það. Ísland næsta Hollywood. Það að fara að gerast? Já. Það var stafir skrifaðir eða þessuna. Mér finnst þetta svolítið skemmtilegt. Já, okkur finnst gaman að sjá fræga fólkið. Já, líka bara að heimurinn séu hvað Íslandi hefur búin að bjóða. Já, nákvæmlega. En talandi það sem að gerast út í heimi, þá var ég að lesa skemmtilega frétt. Ég allur í þessum skemmtilegu fréttum, eins og þið vitið. Þá var sem sagt læknir, af því að þú ferðast mikið, Kristján, þú komið oft í Bandaríkjana. Þess vegna á þessi frétt sérstaklega við þig. Okay. Það var læknir sem var sem sagt í New York og ég hef komið þangað. Þú hefur komið þangað. Þetta var núna föstudagsmorguninn og hann var í miðasölunni við JetBlue, sem sagt, flugfélag, já, væntanlega. Hann Hani Mossad Boktor heitir hann, læknirinn, og hann var spurður, sem sagt, einhverjar sem standard spurning hjá þessum flugfélögum, hvort hann væri með einhver skotvopn eða sprengjur í farangrinum og hann grínaðist svona eitthvað, nei, ég er bara með 2 sprengjur og smá dínamít, en það er ekkert stórmál. En þá sinns var bara allt brjálað og það var kallað á sprengjuleitarhunda og hann var farið með hann afsíðis. Og hann náttúrulega var bara að djóka með þetta allt saman, sko, en hann spýður nú ákæra fyrir að hafa verið að falsely reporting an incident. Já, þeir eru, sko, þeir taka svona málum mjög alvarlega. Já. Þannig að það er bara, ég veit að það er grín eða eitthvað, þá bara, sérðu kallið minn, sko, hér er ekkert grín. Já, og hann nú býður þess að manns bara ákæra fyrir þetta. Það er mikið maðurinn. Það er leiðilegt, sko. Er þetta ekki fulllangt gengið? Má maður ekki aðeins grína? Jú, þetta er fulllangt gengið, en maður skilur þetta samt örlítið en samt ekki, sko. Ég man eftir að hafa verið á, sko, Keflavíkurflugvelli á leiðin til London og var að rétta svona töskuna, þetta var fyrir mörgum árum, sko, var að rétta töskunni yfir borðið, sko, og ég sagði hérna við þá sem var að taka á móti, farið varlega með þess að það sprengja í henni og hún var bara eitthvað, já, prófaði að segja þetta í London. Já, fólki finnst þetta ekkert. Hún hafði ekki óma fyrir. Maður grínast ekki með þetta. Já. Þetta er svona alveg, þannig. Það voru svona svolítið viðbröðin hjá þeim, sko. Já. En það er svolítið leiðilega að fljúga í dag heldur en fyrir 15 árum. Þetta er svolítið svona, já, þeir eru að núti eitthvað, you think it's funny to say that you have bomb in here, eitthvað svona. Já. Og það er bara eitthvað svona, you should respect this, man. Eitthvað svona. Og maður er svona eitthvað, ég mynd, þú veist, það komið upp í hugan svona og maður er að djóka með þetta, en þú veist, það er ekki. Ég bara myndi ekki þora að segja einn einasta brandar í Bandaríkjunum, sko. Það var ótt að við bara færi 20.000, sko. Það var svona kunningi minn sem var að labba í New York flugvelli. Hann var að ná í veskið sitt hér. Já, sem sagt hér í brjóstvasanum. Í brjóstvasanum. Sérið enginn illi. Já, í brjóstvasanum. Já. Ég er ekkert stríðaður. Það næsta sem hann vissi, hann var bara komin í gólfið. Já. Hann var handjárnaður. Þetta er ekki grín. Þegar hann fór svo til veski í brjóstvasan. Já, þeir held að hann hefði verið með einhverja byssu. Þetta er eins og í myndinni hérna, ég kannski vil ekki tala Perfect World, minnið þenni. Nei. Kevin Costner. Já, hvernig var það? Ég vil ekki segja, lokaadri í myndinni. Nei. Má maður tala svoleiðis í útvarpi? Ég veit það ekki, skilur. Var þetta góð? Já, þetta var bara, farið bara að horfa þessa mynd og fattið hvað ég er að tala. Farið og horfið á Perfect World, segir Kristján Sturla. Við ætlum að halda áfram á íslenskum nótum. Þetta er gammalt og gott að vera að landa á svonum. Þetta er vinsælasta lagið á Íslandi í dag. Já, ef árið væri 1990 og eitthvað, 8, 9. Já. Þetta var nú vinsælt. Þetta er gott lag. Þetta er gott lag hjá þeim. Þetta er eitt af þeim bestu frá þessari ágætu hljómsveit. Einhver sagði mér að lagið Vöðvasteltur og þetta lag væri í raun og veru sama lagið nema að það væri bara hraðara Vöðvasteltur, sömu hljómari. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Það sé laukrétt. Hreimur eins og hann gerist bestur, en við höldum áfram með góða dagskrá hér í FM 95 Bjö og það er komið að, strákar, spurningakeppni fyrir ykkur tvo. Yes! Það er spurningakeppni skemmtanabransan. Já. Sem sagt í showbusiness í Hollywood. Showbiz. Er þetta svolítið mikið Hollywood-dót sem við erum með hérna? Þetta er Hollywood-sera hérna hjá okkur. Já.
En Nilli náttúrulega veit ekkert þetta. Það bara... Ég reyndar veit ekki kjaftaði. Ég segi að reglurnar séu þannig, Nilli fær alltaf að svara undan og þú svarar ef hann getur ekki. Okay. Ég held að sé eina leiðin til þess að gera þetta jafnt. Ég held reyndar að ég sé ekkert endilega... Er þetta svona hverju með hverjum? Já, þú veist, þetta er ekkert erfitt, sko. Það er ekki að vera svona hrættur alltaf. Herðu, þetta eru 10 spurningar. Ég bombis á ykkur, Nilli, þú átt alltaf að svara undan. Showbiz. Blake Lively á að hafa gifst kærastanum sínum í laumi. Hver kærastinn hennar? Eða einmaður? Blake Lively? Já, veistu ekki einu svona hver hún er? Hef ekki hugmynd söngkona. Nei. Kristján, vilt þú giska? Er það ekki hann Katlón? Leikari, með yfarskegið? Nei, ég veit ekki hvað það er, sorry. Það er Ryan Reynolds sem er einmaðurinn hennar. Eða, já, kærastinn. Það var annarkot Ryan Reynolds eða hinn hana. Herðu, þá er það hvað hét karakterinn sem Will Ferrell lék í Talladega Nights? Nilli, ekki neitt. Kristján? Ég hef ekki séð þessa mynd, en þeir voru alltaf að tala eitthvað Shake and Bake. Var það ekki eitthvað? Nei. Getur verið að hann hefði heitið Shake. Hann heitir Ricky Bobby. Shake? Herru, Nilli, það er komið að þér aftur. Það er 0-0. Já. Scarlett Johansson mun bráðum ganga í hóp þeirra kvenna sem hafa fengið $20 milljónir eða meira fyrir bíómynd. 4 aðrar konur hafa gert það. Nefndu 2 þeirra. Sem hafa fengið meira en... $20 milljónir eða meira. 4 leikkonur. Ok, nummer 1, Julia Roberts. Ok. Nummer 2. Sara? Já, bitu, hvað heitir hún? Hvað er með það? Ég man það ekki. Kristján? Jú, ég veit hvað hún heitir. Þetta er ekki takt, sko. Nei, Kristján. 2 af 4. 2 af 4? Sem þú þarfst að nefna. Það er mjög líklegt að það sé Gwyneth Paltrow. Það er ekki rétt, það er Julia Roberts, já. Og Meryl Streep. Nei, Cameron Diaz, Angelina Jolie og Reese Witherspoon. Var Julia Roberts ekki? Hún var í þessu. Herðu, þá er það Jennifer Lopez og Steven Tyler eru hætt í American Idol. En Tyler ætlar að einbeita sér að hljómsveitinni sinni. Hvað heitir hljómsveitin sem að Steven Tyler syngur í? Blue Boys. Blue Boys? Ég var að djóka, ég veit ekkert hvað. Akkur ætti ég að vita hvað hljómsveit hann er í. Kristján? Ég held reyndar að allir vissu þetta, en þú heldur áfram að koma mér óvart, Nilli. Já. Það mun auðvitað vera hljómsveitin Aerosmith. Það er rétt. Kristján er hér komin með fyrsta stigið í dag. Til hamingju. Takk. Þá er komið að næstu spurningum. Katie Holmes er sögð hafa ráðfært sig við fyrrum eiginkonu Tom Cruise áður en hún sleit sambandinu við hann. Hver er hún, Níels? Það er hún... Þú þarft ekki alltaf að dingla í bjöllum. Það er Cruise. Hún heitir svona Cruise. Hún heitir þarna... Hún heitir svona Cruise. Já. Þarna, hvað heitir hún? Penelope Cruz. Penelope Cruz. Er það hún? Nei, það er ekki hún. Googla. Kristján. Er það ekki Nicole Kidman? Jú, það er rétt. Þau voru samt saman. Þau voru bara eitthvað að deyta eitthvað aðeins. Þau voru aldrei gift. Deyta? Það er 2-0 fyrir Kristjáni. Hvað er svarréttunni þá yfir? Hann er búinn að fá svarið. Hann er búinn að svara rétt. Ok. Herðu, þá er komið að því að stofnun hvaða veitingastaðar stóðu þau Sylvester Stallone, Bruce Willis, Demi Moore og Arnold Schwarzenegger. Þetta veit ég. Neili. Í útlöndum? Já, í útlöndum. Það hlýtur að... Nei, Neili, þetta er hraðspurningu, sko. Já, fyrir ég. Þannig að það hlýtur að vera bara, skilju, Hereford eða eitthvað? Hereford, já. Kristján, veist þú ekki sko þetta? Er þetta ekki Planet Hollywood? Það er rétt, það er 3-0. Jésús. Nilli, Harrison Ford varð 70 á dögunum. Hver er konan hans? Harrison Ford? Miss Ford. Miss Ford er ekki rétt. Kristján? Það er hún sem lék í, lögfræðiþáttunum. Ally McBeal. Ally McBeal. Ætlum við nafnið? Þú getur unnið þér inn utanlandsferð fyrir 7, eða þú svarar þessu rétt. Það er hún Hættu að googla. Það er hún Calista Flockhart. Já, þú var ekki rétt fyrir þetta. Nei, ekki séns. Nilli, það styttist í að þessi spurning kemur klárist. Þú getur ennþá jafnað. Ok. Eða þú voru þá að svara einhverju rétt. Já, ok. Samkvæmt nýlegri könnun, hvert er eftirminnilegasta sjónvarpsmoment síðustu 50 ára? Þetta er nýleg könnun í Bandaríkjunum sem var greint frá í fjölmiðlum.
og eftirminnilegasta sjónvarpsmoment síðustu 50 ára. Þessart moment sem var bara... Það hlýtur að vera þegar Armstrong steig fæti á tunglið. Það er ekki rétt. Kristján? Nú. Þá er það fyrsta eldflaugin sem voru í loft. Það er ekki rétt heldur, það er 11. september. Ég leika... Það er 11. á þetta. Takk á eftir. Það verðum að eyða góðum tími í tunglendinguna. Nelly, Tom Cruise og Katie Holmes eru hætt saman. Það er rétt. Tom lýsti ástsinni á Katie Holmes fyrst yfir í sjónvarpsþætti þar sem hann hoppaði meðal annars á sófa. Var ekki Ellie? Var það í Ellie? Heitir það ekki? Ellie Ármanns. Nei, þátturinn heitir Ellie, er það ekki? Þetta er ekki rétt, Kristján. Hvað er það að setja eins og enn? Í hvaða sjónvarpsþætti var Tom Cruise að hoppa á sófa og lýsi yfir ástum? Já, Oprah Winfrey. Það var í Oprah Winfrey, það er rétt. Það er ekki í sjónvarpsþættinum Ellie, sem ég veit ekki hvað er sýndur. Og að lokum... Þetta Ellen. Ellen, fyrir ekki. Já. Óskarsverðlaunarleikarinn Philip Seymour Hoffman ætlar að leika myndinni Catching Fire, en það er framhald af bíómynd sem var vinsæl hérna á dögunum. Hvaða mynd er það? Nilli. Catching Fire. Það hlýtur að vera eitthvað svipað nafnið, það ekki? Það er framhald af bíómynd. Hvað heitir sú bíómynd? Catching Fire, Þú ert ekki með þetta, Kristján? Hunger Games. Hunger Games er rétt. Nilli, þú fékkst alltaf að svara undan og svara er engu rétt. Herru, sorry, ég bara... Já, ég meina, einbeitti mér ekki að svona málum, sko. Nei, það er 5-0 fyrir þér, Kristján, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það, Áttirðu von á þessu? Já og nei. Já. Ég vissi eiginlega ekkert hvað ég var að fara út í. Nei, ég get sagt að eftir að hafa þekkt Nilla í 2 ár þá átti ég ekki von á neinu öðru en að þetta myndi gerast. Upplifðu Íslands öðruvís í sumar. Bókaðu þitt sumarandri strax á rafting.is. Active Rafting. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Ekki kaupa bók. Keyptu bókasafn. iPad, Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Framkoma, Múkisson, Botleðja, Páll Óskars, Jón Jónsson, Dope D.O.D. og Bubbi Mortens. Brennan, Blísinn, flugeldasýningin og stemningin. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Fyrsti vinningur gæti orðið 950 milljónir króna. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Já, það er bara partí hér í FM 95 Björn Bragi, Kristján Sturla og Níels með ykkur til klukkan 6 í dag. Kalla hún. Hættu þessu, Nili. Þetta er ekki gott, sko. Okay. En sko, við höfum mikið verið að tala um sjónvarpsþætti í þessum þætti. Já. Áður en að þú komst til sögunar, Níels. Já. Hvaða þætti, sko, horfir þú bara ennþá bara á Friends og eitthvað svoleiðis? Nei, ég horfði á Friends svona einstaka sinnum og síðan datti ég svona fyrir 2 árum í Allo þættina. Manstu þeim? Nei. Það eru ógeðslega skemmtilegir. Hvaða þættir það? Það er að gerast á frönsku kaffihús í stríðinu. Ógeðslega finnir. Hljómar vel. Já, ok. Allo, eitthvað meira sem þú horfir á, Nili? Samt ángríns, kveikið ekki á perinni því ég segi Listen very carefully, I should say this only once. Er það ensku? Já. Ok. Það eru breskið þættir? Ég kannski tekka á þeim þegar ég kem heim eftir. Já, en Kristján, við erum báðir miklir aðdáendur sjónvarpsþáttanna Breaking Bad. Hvort við erum. Og bara, þú veist, ef við höfum ekki sagt það nógu oft, þá segjum við aftur að það eiga allir að tjekka á þessum þáttum, því að þetta er einhverju bestu þættir sem hafa verið gerðir. Og nú er nýja serían byrjuð, Vestanhafs. Kom nýr þáttur bara í fyrradag eða í gær eða eitthvað. Já, og þú komst yfir hann. Þetta er 5. serían, ekki? 5. serían, já. Ég ætla að lýsa honum alveg öllum þættir með það núna. Nei, ég vil bara segja sem minnst, en ég var mjög sáttur, sko. Já, þannig að 5. serían verður jafn góð og hinnar, eða bara betri? Já, þú veist, þetta er alltaf... Þetta bara verður betra og betra. Það er ótrúlegt, sko. Maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir að þeir... Maður er ekkert að bíða eftir þið, en þú veist, maður er svona einhvern veginn... Allir þættir eiga svona slæmu seríur og slæmu moment einhvern veginn. Já. En ég hef ennþá ekki einhvern veginn upplifað það með þessa þætti, sko. Nei, einmitt. Þetta er eitthvað svo mikið draumalið, skilur, Bryan Cranston og Anna Gunn.
Já, það er mitt. Já. Draumakast, sko. Já, nú er Nilli komin með tölvuna fyrir fram að sig, annars hefði hann ekki vitað þetta. En síðasta serið, fannst þér samt ekki síðasta serið svolítið hæg? Varst það ekki þú sem varst það? Hún var svolítið hæg á stað, en hún var mjög góð. Þetta eru nefnilega svo vel gerðir þættir, þeir eru bara eins og... Payoffið verður svo mikið, sko. Þeir eru eins og litlar bíómyndir. Ég er nefnilega sko eins og til dæmis með Dexter, sem eru nú mjög vinsælir og margir af átt á. Já, ég er mjög hrifinn af þeim. Já, ég er það líka, ég var mikið lat á þetta, en mér finnst þér svona svolítið mikið, svona maður er alltaf að sjá það sama bara, þú veist, nýja persónur, eða þú veist, skilur það ekki með nýtt fólk til leiks, öðruvísi mál en alltaf einhvern veginn það sama, skilur. Mér finnst Dexter mjög skemmtilegt þetta, en hérna, mér finnst enda serían með Julia Stiles ekki skemmtileg. Nei, nákvæmlega. Mér finnst Julia Stiles ekki sérstaklega. Þú þolir hann ekki. Ég horfði alltaf á Dexter, fyrstu seríu. Já. Mér finnst það brilljant. Já, akkur helst ekki áfram að horfa á þetta? Ég datt í þarna seríuna... Lóa, Já. En hvað, er ykkur svona, þú veist talandi um Julia Stiles, eru fleiri leikara sem þið þolið ekki? Sem einhvers leiðilt ára á? Ég til dæmis fór í, sko, ég fer nú ekki oft út á vídeolögu, en ég fór í Laugarstúdíó í gær til að taka myndina Lincoln Lawyer. Og þá byrjar afgreiðslumaðurinn, sem að margir kannast þið úr Laugarstúdíó, skemmtilegur náungi. Þá fer hann að tala um, sko, já, ég hef nú aldrei þólað þennan leikara, sko, Matthew McConaughey, sko. Hvað hann fannst Matthew McConaughey leiðilegur? Mér finnst... Hann er flottur. Já, hann er flott. Hann er líka sótt á hjá mér, sko. Já. Þannig að hann er svona skemmtilegur. Mér finnst alltaf gaman að sjá hann núna. Talented and beautiful. Já, mér finnst, sko... einhvern sem verið töðunar mér, það voru... Ég hef aldrei þólað Nicolas Cage, til dæmis. Ég get hann ekki. Ég er ósammála því. Mér finnst hann mjög misjafn, sko. Já. Nili, þú trefur honum? Nei, mér finnst hann vonlaus. Hann er ekki góð leikari. Leikari sem ég þól ekki hvað heitir hann sem leika þarna ég leika alltaf í Adam Sandler myndunum. Ég veit það ekki. Adam Sandler myndunum? Steve Buscemi? Nei. Jersey Shore? Nei, Skulum reyna að muna það setna. Ég fann ekki neitt. Ég hef mist minnið. Já, það er allavega gaman að segja frá því að þessi nýja Breaking Bad sería sem við erum að tala um, hún er mjög góð. Hún opnaði með það var mesta áhorf á nokkuð Breaking Bad þáttur upphafi. Á þennan fyrsta þátt, þarna vestanhafs. Já, ég man hverju, gaurinn sem leikur í nei, ok, svo ég man ekki. Ég ætla að koma aftur inn aftur. Skemmtilegt samt að hlusta út á það sem að menn eru bara allan tíman að rifja. Ég man ekki ég man ekki. Það var eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. Ég man ekki FM 95 blöð á FM 95. Six Weeks og er með mjög líklega vinsælustu hljómsveit Íslands þessar mundir of Monsters and Men. Já, fyrir utan náttúrulega Jón Jónsson, Kristján. Já. Þeir eru líka vinsælir. Það er ekkert af ykkur tekið þó ég sé að tala vel Monsters and Men. Nei. Mér finnst svolítið leiðilegt að setja að tala svona vel þau en ekki ykkur. Ertu búinn að finna út í hvað leikara þetta var sem þú varst að tala um á hann sem þú þolir ekki? Já, það var Rob Schneider. Rob Schneider, kallinn. Og David Spade. Þeir eru ekkert skemmtilegi leikarar. Nei, þú veist, ég skil alveg fólk og ég verði alveg þegar fólki finnst það skemmtilegir, sko. Ég bara einhvern veginn ekki. Og Martin Lawrence í seinni tíð. Ég ber enga virðingu fyrir fólki sem finnst þessum menn skemmtilegir. Mér finnst það enginn aðeins skemmtilegur. En Kristján, áðan vorum við þá myndistu á þetta með talstöðina. Þú vorum að tala um tunglendinguna. Já. Og þú getur hernt eftir talstöð. Já. Til að lækka henni niður sem takti hérna. Kóta aðeins með það hvernig, sem sagt, svona talstöð. Samt svolítið er þetta ekki, sko í útvarpi þá náttúrulega heldur fólk samt að ég sé bara með einhvern effekt, það sér ekki. Já, við bara lofum því að Kristján er ekki með einn effekt hér, og býtu, hvers konar talstöð er þetta menn eitthvað þar á tunglinu eða eitthvað svoleiðis? Ég get gert tvær mismunandi, annars var það bara svona venjulega talstöð sem bara eða þá svona þyrlutalstöð sem er svona það virkar betur öðruvísi, sko, það er svona en hinn er betri í útvarpi. Já, hinn er mjög góð. Já, okkur vantar að fá upplýsingar hérna tónungamenn. Þeir eru Björn Bragi og Níels. Björn Bragi og Níels. Já, getum við fengið smá upplýsingar það? Já, takk að þið fyrir. En ef þú ert hérna á leigubílastöðu og ert að gá hvort þessi laus bíl í Borgatún. Já, áður en gera það, þeir fyndi á okkur í byrja á þessu, sko. Já. Þegar ég var alltaf í strætó og ég var lítill. Já. Það var alltaf oft stundum. Alltaf í strætó? Já, það var alltaf að spá í hvernig þeir, sko, og ég skiljaði ekki annað þetta í dag, hvernig þeir skilja það sem er verið að segja í talstöðinni. Það er alltaf eitthvað,
Já, ég bara á leiðinni. Já, eftir svona klukkutíma kannski. Það er bara svona, hvað er hann að segja í þessar talstöð? En já, leigubílstjórinn, það á ég að verða á konun að segja, það er laus bíl í Borgtún með talstöðinni, eða? Já, nei, þess að við erum að vanda bíl í Borgtún. Þú veist, ég get ekki sagt neina svona lókli og svona Nei, ég er bara með tóma, ég er komið vitni þetta, ég er bara með tóma lóa. Strákarnir í Retro Stefson eru komin hérna sem vitni, þeir eru að koma í spjall til okkur eftir. Strákar, þið getið vitnað að Kristján er ekki með neitt í lónum. Alveg tómur. Vitni. Sko. Já. Þetta var mjög... Ég er samt ekki alveg að kaupa þetta, sko. Hættu þessu nilli. Það var mjög vel gert hjá þér. Þetta lag er spilað sérstaklega fyrir hana Þóru, Call Me Maybe. 957 með ykkur til klukkan 6, Björn Bragi, Kristján Sturla og Nilli, og til okkar eru komnir góðir gestir, þeir eru Unnsteinn og Haraldur Ari úr Retro Stefson. Já. Velkomnir. Takk fyrir. Hvað syngur í ykkur, strákar? Eru þið ekki hressir? Jú, við erum hressir. Er eitthvað að mæknu þínu, minnst? Prófa að tala alveg. Halló? Já, og rauðilega vera alveg upp á honum, sko. Ok. Bara eins og þetta sé besti vinniðinn. Herru, þið eru að fara Þú ert það svona nálægt bestu vinniðinn. Ég er close talker. Já, ég skil. Það er alltaf von í honum. Sæll. Já, blessaður. Herru, þið eru að fara til Færeyja? Já. Hvað er það að fara að gera þangað? Spilum fyrst í verslunarmiðstöð fyrir Vodafone í Færeyjum. Ok. Og svo förum við á tónleikahátíð sem heitir G-Festival. Já. Hvenær er G-Festival? Það er bara að byrja núna. Já. Næstu helgi þá, aðalega. Er hægt að tala íslensku í Færeyjum? Það er nefnilega mjög... Hefur einhverjum inni komið til Færeyja? Nei. Þið hafa aldrei komið áður? Ótrúlegt herbyggi. Mér skilst það sem mjög fallið þar. Já. Ég hef alltaf ímyndað mér Færeyjar svolítið eins og Vestmannaeyjar, þar sem allir tala eins og þessi er búin að drekka í svona 30 daga. Þú veist, þetta er svona svolítið skrítin í útgáfu íslensku. En finnst þeim ekki að við alveg að fyndi nóg? Jú, örugglega, sko. Jú. Finnst við eins og svona fólk frá götu sem er ekki búin að vera að drekka í 30 daga? Já, nákvæmlega. Þeir snúi svo við yfir á okkur. Er þið spenntir fyrir Færeyjaferðinni? Já, ég er mjög spenntur, ég hef aldrei komið á það. Ætlaðu að borða skerpikjöt? Það er ekki Færeyjum? Skerpikjöt? Ég ætla að googla. Það búið að skerpa rosalega mikið á. Já, er ekki eitthvað svona hvalur eða eitthvað? Jú, verður ekki að gera það? Jú. En er Retro Stefson vinsæl hljómsveit í Færeyjum? Vitið eitthvað um það? Já, við erum einn vinsælasta hljómsveitin þar. Er það? Við selt 1000 plötur í Færeyjum. Nei, hafið þið gert eitthvað í Færeyjum? Já, seldum á senst plötur. Ég held að ég sé ekkert að grínast, sko. 1000 plötur? Já. Vá! Ég held að það væri bara að djóka mér. Takk allavega góðan árangur. Já, vel gert. Þetta er djók. Þetta var djók. Þetta er bara Hlandi hafi keypt þá plötuna hérna. Nei, Kristján bakkaði þetta eitthvað upp. Ég veit ekki, ég var bara... Ég veist ekki í hvað þóttin ég átt að stíða. Nei, það væri ekki svona skemmtilegu þáttastjórnir sem var alltaf, nei, það er ekki séns að það er ekki séns að Þetta er aldrei Madonna. Nei. Ég trúi engu hér. Já, þetta er allavega, þetta er fyrsti liðurinn í að sigra Færeyjar, væntanlega. Já, það er G-Festival. Já, en þið eru nú búin að gera góða hluti í Þýskalandi og víðar. 80 miljóna manna markaði. Og nú farið yfir í hvað, 50.000 manns eða hvað búið margir hérna? Já, ég held að búa ekki það margir eins og á götu, það er ekki eins og hótel þar. Nei. Ég heyrði einhvern mann... Er ekki hótel í Færeyjum? Ekki í bænum sem við spilum á. Já, heitir bærin Gata. Já. Ég var heilt orðið að tala um alltaf. En ég heyrði einhvern mann að þeir væri búin að eyða rosalega miklum peningum í vegakerfið sitt. Retro Stefson? Nei, já, Retro Stefson. Nei, Færeyingar, þeir eru með rosalega góði vegir þar, víst. Já, en þetta er alltaf einhverjar eyjur, eða ekki? Suðureyju og eitthvað svona dæmi. Jú, góð gang. Nú eru einhverjir Færeyingar og einhver sem hafa verið í Færeyjum ógeðslega pirraðar að hlusta á þáttinn okkar, sko. Jökvan alveg brjálæður. Jökvan er brjálæður, sko. En já, hvað er svona meirum að vera hjá okkur, strákar? Svo komum við heim á föstudaginn og startum við flugvél. Já. Og fórum á Lunga. Á Lunga, já. Og þar verðum við bræðið með DJ-set á föstudeginum og svo eru stórtónleikar á laugardeginum. Já. Mega fjör. Eru það búið til einhverja nýja tónlist eða hvernig kemur næsta plata og svo les? Ég var einmitt að ná í Unnsteinn úr stúdíónu. Já. Já, í hvað stúdíó var þið? Við vorum núna í Sóltúni sem að Kvarasi tók upp í 10 árum og eitthvað svona. Það er alveg bara svona... Þið eru búin að pluma ykkur svona vel? Já, nei. En svo er búið að rústa þessu húsi alveg ofta í mildtíðin en... Já. Og hvenær kemur svona meira efn út frá okkur? Þá koma eftir mánuð. Eftir mánuð, ok. Ég ætlaði sko að spila hérna Queen-lagið með ykkur sem ég fíla mikið, en ég bara klúðraði því eitthvað. Ég ætla að henda hérna í eitt lag. Hraðpenningar bjóða núna frá 60-90 daga lán. Kynntu þeir máli á hraðpenningar.is.
Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is áður en þú pakka niður í ferðalagið landið og vertu á 7 króna afslætti allan tíman á 67 bensínstöðum Orkunar og Shell út allt land. Já, góða ferð. Orkan. Ef þú finnur ekki eignina á fasteignir.is þá hún ekki til sölu. Í dag Atlandsolíudagur. 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolía. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Kim Class Heroes hér í FM 95 Bjö. Við erum að ræða við Retro Stefson drengina Steinn og Harald. Það strákar. Hér gaman. Alltaf gaman hérna í þettinum. Blár. Hættu nú með bjölluna. Herru, eitt sem að mér langar að spyrja ykkur út í strákar. Já, þig Haraldur. Þú sko gegnur svolítið skemmtileg hlutverki í bandinu sem sko öll þessi dansmove. Svona sjáum að fá fólk til að dansa. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Og hvað svona, þú veist, er það þitt eina hlutverk eða? Já, mætti segja það sko. Ok. Það er svona mitt megin hlutverk. Nei, þú ert nú að halda takti með kóabjöllunni, sko. Jú, ég reyni það, en það tekst ekki alltaf. Þess vegna hún ekki mækuð upp, sko. Nei, skilji. Semst tekst ekki alltaf að þú haldir takti? Já. Það er erfitt að vera að hoppa og dansa og syngja einhvern veginn og... Já. Þannig ég myndi segja ég spila fólkið. Já, nákvæmlega. Það er mjög vel orðað. Já, spilar á fólkið. Það er mjög vel orðað og mjög líklega, já, eitt mikilvægasta hlutverkið í bandinu eða hvað einn Steinn. Já. En hvað var það þannig frá upphafi? Bara þú varst ráðinn inn til að spila fólk? Nei, við fundum... Við fundum bara á svo lélugur hljóðfæri. Já, það vorum búin að spila svo oft fyrir svo fáa. Já. Svo var eitthvað svona, herðu, Haraldur bara hendi frá sér tambúrinninni, Gylfa trommarann og hljóp út í salin og spilaði með fólki. Já. Hlustar það mikið á fólktónlist? Fólktónlist? Já, mjög mikið. En þú varst búin að mikið að leika þér með tilfinningar fólks áður, þannig að þú varst góður í að spila það núna? Já, kannski. Það er fast góð. Þetta er líka svona, mér finnst það bara svona, svo ég fá ekki leið að ég að spila það, þá reyni ég að gera alltaf eitthvað nýtt. Þótt að sé bara svona pingu lítið. Já, semurðu dansmúin sjálfur? Já. Og hvernig, þú veist, hvar ferði innblástur? Til dæmis frá Græna hattinum. Á YouTube? Græna hattinum? Á Akureyri? Já, ég lærði upp á spórið mitt að af eldri konu á Græna hattinum á diskokvöldi. Ok, það var sérst bara eldri kona að dansa á Græna hattinum og þú varst bara að fylgjast með hennu og það var síðan dansspor hjá Retro Stefson. Það var svona meira svona, ég var að dansa og hún eitthvað, hvað, kanntu ekki að dansa disco eða? Og svo hendur mér spórið. Alltaf eins. Kanntu ekki. En disco-pía, já, þetta er skemmtilegt. Kristján, þú og þið Jón Jónsson liðar eru að fara að spila með ykkur, Retro Stefson, núna eftir hvað, 2 vikur eða ekki? Jú. Þessi 27. first time. Hvað er að gerast þá? Þegar enginn... Ég verði eiginlega að spyrja þá. Þá er hátíð á vegum Reykjöp. Já, svona fótboltahátíð. Já, og Vodafone. Lokahátíð, eitthvað svo leiðis. Akkurat, gott ef við erum ekki að fara að senda út þáttinn frá þessar hátíð líka, held ég. Já, ok. En þá betra. Þannig að þá munum við líklega hittast allir aftur hér. Já, það verður gaman. Hvað hérna er gaman? Þá saman á 9 eftir 2 vikur. Þá er reunion. 2 er Ég veit ekki með þinni, þú ert ekki búin að segja neitt í bara 20 mínútur. Nei, ég er bara búin að vera að hlusta. Hverjir er aftur á Reykjöp? Hvað er gamalt? Er þetta ekki fótboltamót fyrir yngri svona fyrir krakka? Kannski 4. og 3. flokkur, eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis. Annað sem ég ætla að spyrja ykkur út í strákar, þeir eru nú báðir sko, því að við erum svona heilsuöflandi útvarpsþáttur. Við erum allir í einhverju átaki. Ég fór í ræktinni í morgun. Kristján fór í ræktinni í morgun, Nilli var í... Ég var í ræktinni sko. Þú ert ekki búin að duglegur í sumar, þú varst duglegur í vor. Já, ég hjóla mikið sko. Lítið miklu betur út, en þú gerir. Ég kella það fyrir. En hérna... Fyrir hjá mér. Þið strákar, þeir eru báðir drullu fitt. Hvað gerir þið til þess að halda ykkur í formi? Það voru 20 kilometrar í morgun. Nei. Ekki breyta stúdíónu í liga. Ég veit meina það að þetta hafi bara allt byrjað með eins og Unnsteinn þegar við vorum sundinni hérna í gamla daga sko. Hjá KR. Það er ekki hægt að ég sé að heyra þessa sundæfingar í 5. skipti að Nilli og Unnsteinn hafa eftir sund saman. Þetta er bara svo fyndið saman. Getið þið séð þetta að vænka? Ég var með Nulla Nulli, nýja nafni. Ég var með Nulla í íþróttum. Jú, í MH. Ég var óvart settur sko í íþróttir með busunum í MH. Já. Það var svolítið skrítið. Þá kynntist ég á Nulli. Já. Nulli. Það var aldrei skrítið að hafa eitt svona eldri með sér í tímanum. Nei, málega er að hann var alltaf hvetið að færa mig í þessar köldu sturtur og þær voru ógeðslegar. Hann var eitthvað, Hvernig var Nulli? Haraldur var skrítinn í sturtuklefan. Hvernig var Nulli í íþróttum? Mér varst mjög gaman að vera mann. Hann er málglaður maður. Já. Talaði með hann að hreyfa sig.
Definitely. Já. Hann aðalega ef að málbeinið. En heyrðu, Unnsteinn, þú vildir gefa hérna kassa af börn. Já, Logi bað mig að gefa þetta. Já. Ef að fá einhvern hlustanda til þess að ringja inn og við reyna að vinna þetta, eða hvernig viltu hafa þetta? Hún var að svara spurningum. Ok, byrju. Ég ætla að opna hérna fyrir síman. Það er 511-0957. Ég sko að læra inn á takkana þið verðið að afsaka þetta. Það tekur smá tíma. 511-0957. Byrju, þarf fólk að gera eitthvað til þess að vinna? Það þarf að svara spurningu. Ok. FM 957, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver á línunni? Bjarni Hrafn heiti ég. Sæll Unur, hvað syngur þér? Ég er bara alltaf felsku, sko. Ok, mjög gott. Heyrðu, Retro Steffsson bræður eru með hérna spurningu handa þér til þess að þú getur unnið þér kassa af börn. Já. Ertu tilbúinn? Ég er reyni. Hvað er Björn Bragi með marga tær? Væntanlega 10. Það er rétt. Það er rétt. Það er rétt. Góður. En heyrðu, þá ertu komin í aðra lótu. Hver er önnur spurning? Hvað er Unnsteinn með langt vænghaf? Hvað segirðu? Hvað er Unnsteinn, Manuel í Retro Steffsson með langt vænghaf? Væntanlega ekki neitt nema að sé með vængi sem maður veit ekki af. Nei, það er 1.90, þú tapaðir börnkassa. Nei, ekki grunnstrákar. Herru, hvað hérna, nafni var hvað sagður? Bjarni Hrafn. Bjarni Hrafn, herru, flott er, þá hérna getur þú sótt þetta hérna niður í Skaftalíð 365. En ekki drekka þetta allt í einu, það er mjög óvart. Það var hjartafall, sko. Reyðu sig yfir mánuðin. Hérna, einu spurning. Yes. Herru, kona mín á leiðin í bæinn, má hún sækja þetta? Hún má það endilega, fyrir þig. Herru. Hvað heitir hún? Þetta verður bara í afgjörslinni. Og það bara verður með mynd af ykkur báðum saman á mynd. Herru, hún heitir Þórunn Anna. Glæsilegt. Okay. Herru, takk fyrir þetta. Á dag. Adjö. Það held ég nú, við erum að gefa hérna... Já, hann er alltaf að reyna að breyta sko þessu í einhvern frönskumælandi útvarsátt. Það er alltaf svara eins og svona forfeður okkar mér. Það væri samt mjög cool ef að Nilli væri með útvarsátt sem væri bara frönsku. Við vorum að ræða þetta í gæri mitt, sko. Já, vantar fleiri tungumál í Ísland út þar. Það er ólulegt að tala öðru tungumál í íslensku. Já, allavega útvarpi sögu. Það er útvarpsögu. Það má ekki eins og hringi inn með og tala þarna tungumál. Það skellt á þig, sko. Það má allt hér í FM 957. Þeim veit alveg öll tungumál og sérstaklega tungumál ástarinnar. En strákar, eru En áðurinni hveð ykkur Unnsteinn og Haraldur, eða viljið kannski vera einn komið viðbót? Er það að drífa ykkur? Við ekki. Tökum einn komið viðbót, ég ætlaði að byrja. Sko, nú ætla ég að spila lagið ykkar. Það heitir Queen, er það ekki? Yes. Já, það held ég nú. Þetta er lagið Queen með Retro Steffsson sem hefur nú ekki heyrst nógu oft hérna á FM 957. Flott lag, strákar. En flott lag, engu að síður. Þið þurfa að kjósa þinn á listan, hlustandi góðir. Hvaða lista? Nú FM 957 listan. Já, ok. Ekki? Búin að kjósa. Nákvæmlega. Hér eru menn að plugga hljómsveitir sínar hægri vinstri. Kristján Sturla gerir það líka með Jöðu Jónsson. Já. Ég veit minna á Flow er ennþá starra. Fannst einhvern þetta fyndi? Nei, alltaf það. Er þetta eitthvað rappljóð? Það var aðeins að hugsa mig Nilli er að gefa sig út fyrir að vera einhver rappari, sko. Herðu, en hérna, það er gaman að segja frá því, strákar, að það er stóramæli í dag. Býtu. Það er góður maður sem er orðinn 60, hvorki meirni minna, og það er David Hasselhoff. 60? Já, hann er 60 ára gamall. Mitch úr Strandvörðin. Mitch Buchanan. Mitch Buchanan. Er þið ekki aðdáðandi David Hasselhoff, eða? Ég man að ég horfði einhvern tímann á þetta fyrir bandatíman, eða eftir. Já, væntanlega eftir. Já. Var þetta ekki alltaf klukkan 6 fyrir fréttir? Nei, þetta var klukkan svona 19:30, eitthvað svona leys. Já, ok. Jú, þetta var einhvern tímann fyrir fréttir, ég man. Það var einhvern tímann var þetta fyrir fréttir, já. Já, ok. Svo kom mynd líka. Já, það var í fyrndinni þegar það var ekkert internet. Já. En David Hasselhoff finnst mér vera snillingur. Þú veist, hann er svona... Hann var mjög frægur söngvar í Þýskalandi. Já, þið hafa verið mikið í Þýskalandi. Verðið þið varir við áhrif Hasselhoff Og áhrif? ef við myndum þekka ykkur lög með honum, þá myndum við örgulega vera varir við hann. Já. Hann söng hana I'm all out of feeling. More than a hooked on a feeling. Hooked on a feeling, já. More than a feeling. Það var örgulega svona 10. endurgerð á því lagi samt. Búið að taka það með þó nokkuð mörgum böndum, sko. Hann endurgerði það 10 sinnum. Já, nákvæmlega. 10 böndum. En hann líka, sko, þú veist, það er gaman með hann, sko, hann hefur svo mikið húmór fyrir sjálfum sér, þú veist, hann mætti til dæmis í svona roast, þannig Comedy Central roast, og let menn alveg drulla yfir sig hægri vinstri, sko, og þú veist, hann tekur öllu, hann með harðanskráp. Hvað sér? Myndu þið mæta þessu leir? Ég veit það. Það var íslenskt roast. Myndu þið gera það? Hvað er það? Roast? Ég segi það. Þá er svona 6 grínistar eitthvað fengið til þess að tala, eða svona djóka eitthvað Já, mæta og gera grína er mjög persónulegt svona raun yfir það, eiginlega bara.
Hafið heyrt þegar það hringt úr einhver útvarpsstöð, ég held þessi hér, í Dóra DNA og valin eitthvað, svona óvinsælasti maðurinn eða eitthvað svona útvarpsmaður. Það er svolítið gamalt, eða ekki? Það var bara, þú varst valin, já, segði einhver rástöð og hann bara fuck it. Hvað er það fucking drepa ykkur, maður? Já, hann er ekki ánægður þegar hann væri samt góður í róst. Já, það er svo skemmtilegt að fara reyður í róst, sko. Já, hann er góður í það, sko. Íslands róst, Skjár 1 kannski. Skjár 1? Ná, hverju ekki Stöð 2? Eða Stöð 2. Nei, ég mann Skjár 1 mjög duglegur að koma með svona. En Stöð 2, hvert er Stöð 2? Indreið. Þetta er bara óþarfi, sko. Það er eitthvað á móti Stöð 2? Nei, alls ekki. Alls. Já, það er verið að draga mig hérna út. En strákar, sko, af því að þetta er svo sjónvarpsþáttamiðar útvarpsþáttur, við erum alltaf að tala um sjónvarpsþætti. Hvaða sjónvarpsþættir eru þið, Unnsteinn og Haraldur, að horfa á? Boardwalk Empire. Já, Boardwalk Empire, við horfum á það í sumar. Já. Og svo duttu strákarnir í hvað er þetta þurr? Það man aldrei neitt hérna. Jú, Eitulífa þáttinn. Já, Breaking Bad. Breaking Bad, við erum búin að tala um Breaking Bad hérna í allan dag. Ég horf á Wire. Já. Og Seinfeld. Ég horf á Treme og Simpsons. Já, Simpsons gott. Ég horf á Allo Allo og Friends. Nú ferð þú út, Lili, og drektu börn. Ég er enda neitt til að horfa á Friends ofta á kvöldin. Það er fínt nefnilega. Af koninni? Já. Já. Gott að kúra að horfa á Friends. Ef konan er að hlusta þá er hann ekki að fíla Friends. Hann vill horfa á Boardwalk Empire. Liggið í sjónvarpsþáttum þegar þið eru á tónleikaferðalögum, eða? Það var meira þannig í fyrra, þegar þú voru ekki á milli tónleika, kannski nokkru dagar. Já. Þú varst ofta að keyra, þú veist, kannski í 8 tíma. Já. Þá horfði maður ándjóks, alltaf þegar komið Íslandingar í heimsókn, skildu þér allt eftir úr flakkarum sinn. Já. Þið eru ekkert svona band sem er að sukka mikið, þið eru meira bara að horfa á Friends. Já, mætti segja það, sko. Ég veist alltaf bílveikur þegar ég horfa á eitthvað... Að venst, sko. Að venst. Bara gera oft. Sammála. Á hvaða formi horfið þið? Bara í tölvunni þá? Já. Og við erum með rafmagn í bílnum. Nákvæmlega. Menn er að hlaða tölvurnar. Svo er maður kannski með peysunni yfir skjánum. Já. Einn skemmtileg saga hérna þætti, ég var daginn hérna eldri kona hér í bæ. Sama kona og kendi Haraldur dansa disco. Hugsanlega. Gæti verið. Hún hérna, því að margir mjög miklu aðdæmandur Guiding Light sem sýndu stöðið. Já. Svo var það einhvern veginn að þeir skipuðu einhverjum seríum með einhvern, mann ekki alveg hvernig það sagði hann. Já. Þeir ætlaði að komast nær nútímanum. Já, eitthvað svo leiðis. Og hún var svo ósátt að hún sendi eitthvað með. Hún kveikti í sér. Nei, og hérna, hún fekk send handritinn og las svo bara handritinn af einhverju heildli seríu. Já. Og hérna, ég bara pæla, ég fór alltaf að hugsa þetta, þú veist. Til þess að komast inn í þetta. Til þess að komast inn í þetta. Ég fór alltaf að hugsa þú veist, myndi ykkur næja ykkur að lesa kannski bara handrit? Nei, alls ekki. Ég hef einmitt heyrt, sko, nú er verið að sína Dallas á Stöð 2, aftur verið að gera fleiri Dallas-þætti sem var alltaf vinsælt fyrir einhverjum 20-30 árum, af sko, að lífið á Íslandi hafi verið þannig fyrir svona 25 árum að fullorðið fólk talaði bara saman eins og fólki í Dallas væri bara frændur og frængur. Já, já, segir svo er hann er komin bara þarna með nýja konu, eitthvað svona, þú veist, bara eins og þetta væri alveg persónu, sko. En það var áður en okkur internet. En Unnsteinn, nú ert þú búinn með heilan harðfiskpoka á meðan þú varst hérna inn. Þú ert ekki búinn að segja neitt, þú ert bara búinn að borða. Þetta er bara prótín. Já. Við vorum í ræktinni. Já, eru það massa ykkur upp? Já. Svo er það sjósund í Færeyjum. Það fer þetta fyrir Færeyjar, sko. Þetta er massaðasta hljómsveit Íslands, massaðurinn Jón Jónsson. Já. Eru þeir það ekki? Þeir eru alltaf græn. Sko, Jón Jónsson er enda mjög massa. Jón er enda mjög fitt, sko. Við hinir erum kannski, við erum að vinna í þessu. Já, það er nú... Tölum saman eftir svona ár. Nokkur rannar sem mættu aðeins var að kíkja í rögnum. Nefningin nöfn. Haraldur, hvað er þú að gera? Þú er nú vel skorinn. Þakka þér fyrir. Ég fer í leikfimi. Já, leikfimi? Já. Fer í þrek. Ég fer í leikfimi hjá Bjarna og Lóa Ólafs. Í sporthúsinu hjá konunum minni. Já. Og svo fer ég leikfimi? Já, leikfimi. Hvaða ár er hjá ykkur? Hæ? Hvaða ár er hjá ykkur? Það er bara 2000 leikfimi. Nei, 78. Já, ég er bara með konum í leikfimi. Já, ok. Og sem er mjög fínt, sko, þá er ég alltaf bestur. Ég sé líka alltaf fyrir mér konur með permanent með svona einhverja íþróttatösku og gleru. Já. Svo er sjósund. Leikfimi og sjósund? Já. Það hljómar mjög flott. En Björnsi, nú ertu búinn að segja tvisvar við Haraldar að hann sé fitt. Unnsteinn, minnst þú rosalega fitt líka, sko? Já, ég er meira svona marathónhlaupari. Já. Er þið allir að taka átt í marathónið, strákar? Nei. Við komum heim 18. Veitu, hvenær er marathónið? 18. ágúst. Við erum, já, það var busy dagur hjá okkur. Þetta er ekki eftir, sko. Við erum að taka marathónið út í maður setna. Ætla bróðinn? Hvað er hann að hlaupa langt? Marathón. Í alvörunni? Já, ekki litlu bróðum þess að. Nei, ok. Hvað er gamall? Hann er 42 ára. Já. Sko, pabbi minn tekur bæði Viðeyjarsundið, fram og tilbaka, og marathónið. Sama dag? Hann er svo kallar Ironman. Já, það kallaði gott. Allt marathónið?
Ég er að fara að hlaupa í fyrsta skipti. Ég hef aldrei hlaupið svona langt. Næstu segjum það bara. Mjög spenntur fyrir því. Þú tekur við það sundi næst. Já, á næsta. Svo tekur ég þarna sundið þarna... Gefðu mér ár samt ég hef undirbúið mig fyrir það. Þannig að fyrir hvað heitir það þarna í Evrópu? Ermarsund. Ermarsundi. Það ert að taka 10K á mörgum mín. Ég er ekki á góðum hraða sko. Ég tek ekki undir 50 mínútum sko. Það er svona fínt. Já, þú veist, bara skokkið á svona kannski 55 eða eitthvað slags. Hvað ert þá lengi að taka marathónið? 4-5 tíma? Já, Það er að taka heilt marathón? Já, heilt marathón, ég verði allavega 4 tíma því sko. Það verður eitthvað, þetta er áskorun. En hefurðu gert það núna? Hefurðu skokkað heilt marathón? Nei, aldrei. Ertu ekkert stressaður, Björn? Já. Jú. Hvernig líður þér, Björn? Ég er bara, þú veist, Ég held þú haldir ekki lífið og ég er ekki að djóka. Ég hef trúið Það var að hlaupa stanslaust í 4 tíma. Já. Máttu ekkert stoppa og fara að byrja að labba. Já, þú veist, Hann má það, þá tapar ég er ekki dæmdur úr leik ef ég labba, en þú veist, Gerir það aldrei neitt. Jú, örugglega, einhver sem er alveg að bugast, en ég meina það þarf bara að klára hlaupið án þess að svindla. Hugsaðu, þú ert búið með 20 km, áttu 20 km eftir. Ég veit að ég er nefnilega hef hlaupið 20 km, það er mest sem ég hlaupið og ég var ógeðslega þreyttur eftir það. En þú veist, þá hefði ég bara verið í rauninni bara, já, byrjað aftur. Já. Þannig að þetta verður eitthvað sko. Ég skal fylgja þér á golfbíl. Já, en ég ætla að misnota aðstöðu mína fyrst við erum að tala um þetta. Segja fólki frá því að ég er að safna áheitum fyrir Krabbameinsfélag Íslands og hvetja fólk til að kíkja á hlaupastyrkur.is og heita á mig eða aðra hlaupara. Við erum að styrkja þig. Er það ekki? Ég er búinn að styrkja þig. Kristján er búinn að styrkja mig. Þið verða að styrkja mig en áður en farið. En hvað er sem spyrja einu? Já. Ætlar að borða eitthvað á meðan? Meðan á hlaupinu stendur? Já. Sko, reglan er held ég að þú veist, borða eitthvað svona bréf með hérna svona kolvetnum í. Þú veist, svona hendir þeim í svona öðru hverju við hlaupið. Já. Og svo fer á drykkjastöðunar og setur einhver svona... Færðu bréfin á drykkjastöðunum? Nei, ég þarf að vera með mér. Ég var einmitt áðan bara áður en ég kom í útvarpið að redda mér svona hérna, svona belti með svona litlum brúsum ángríns. Carb belt. Getur ekki verið með svona derhúi með svona, eins og svona bíómyndum með svona bjórdósum. Ég ætla að taka svona mexikana marathon. Þá fáum við tequila skot alltaf, reglulega. Nei, en þú veist, þetta... Er það þannig í Mexíkó? Að ég segja hvað ég er samt hrættastur við af öllu. Það er að ég þurfi að gera nr. 2. Já. Hvað ætlar það að gera? Það er mjög leðilegt. Það er með bleiðu? Nei, ég held að sé einhverju kamrar þarna. En ef þú þarft að gera nr. 1? Þú heldur bara í þér. Það er eiginlega enn leðilegra. Nei, ég veit að ég mun þurfa að gera nr. 1, sko. Og hvað ætlar þá að gera? Þá þarf ég bara að fara út í kant og pissa á grasið. Það er ekki eitt. Þá tapar ég. Nei, þú ert ekki að fara að pissa. Er það gert í hlaupum? Ég skal vera á golfbílnum, bara með slöngu eða okkar. Það er enda reynið mjög gott, sko. Ef þú verður á golfbíl fyrir öllum hinnum hlauparunum, sko. Afsakið, komast hérna. Það eru ýmsar útfærslur á þessu. En erum. Á hvaða sæti stefnir þú? Ég stefni á... Ég veit það ekki. Annað sæti. Hvað eru margir að taka þátt í þessu? Nei, ég stefni bara á að klára hlaupið, sko. Það er eina markmiðis. Þetta segja nú allir. Þú verður að vera að setja eitthvað hærra markmiðið en það. Það segja ekki allir að markmiðið sé að klára hlaupið. Ekki er bestu. Nei, ok. Þeir vilja vinna það. En ég vil sjá ykkur... Já, þið komist ekki núna, þið komið þá næst. Er það ekki? Hvað eru bestu lengi að hlaupa? 1 og eitthvað? Sko, heimsmetið í marathoni er sko 2 klukkutímar og 4 mínútur. En það er, þú veist, Íslandsmetið er held í 2 og 17 eða eitthvað svoleiðis. Sá gaur er bara sprettandi bara. Sá gaur er að hlaupa marathon eins og þú myndir bara spretta 400 metra. Það er sturlun. Hvernig er þetta hægt, segir hún bara. Ég er þetta að sá Kára daginn í ræktinni á brettinu. Hann var á 20 og ég sá mínúturna, það liði svona 1,5 tími eða eitthvað. Já, hann blés ekki nös. Hann er rosalegur íþróttamæður. Hann er bara harfisk. Hann gerir það. Tekur lýsi. Hvað segirðu? Er hann að hugleiða eitthvað á leiðinni? Ég er nefnilega sko að því að Kári hleypur ekki með tónlist sko. Hann hleypur bara. Mér finnst það svolítið töff. Já, ég er alltaf með tónlist sko. En það er svona, þú veist... En ef við gerum gott betur, höfum golfbílinn og við erum með gítarleikara með sem spila live tónlist og Unnsteinn og... Ekstra krydd sem fylgir live spilamennsku. Ætlið þá syngja. Við skulum koma 3 og spila fyrir alla leina. Já, það er bara mjög vel sko. En ég myndi freistast til að hoppa upp í golfbílinn nokkra kilometra. Þið verða að stoppa mér í því. Neili, þú hvetur mig líka áfram. Já, það ger ég. Ég er svona pæli, ég verð bara að hægra megin við þig í golfbílum. Þú getur lýst hlaupinu. Neili, ferð þú samt ekki við það sundi? Þú ert nú gamall sundmaður. Jú, ég er mjög gamall sundmaður. Ég ætla í við það sundi. Mjög gamall sundmaður. Herru, hvað tekur við okkur í kvöldstrákar? Þeir eru farið í hann? Ég er að fara... Friends með konunni? Ég er að fara í leik fyrir mig. Er það? Já. Ok. Ég er að fara að syngja. Hvað er það að syngja? Í upptökur. Ok. Við hlökkum til að heyra meira frá ykkur, strákar. Já. Takk ykkur kærlega fyrir komuna og ég laka til að sjá ykkur eftir 2 vikur, eða ekki? Jú, algjörlega. Bara, ég líka. gangi ykkur allt í hæginn, strákar. Gangi ykkur vel í sumar.
Allt er góð. Herru. Tónlist.is gamanferðir Vá og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráði í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Þjóðhátíðarleikur Wilsons Pizza. Taktu myndaðinn með Wilsons Pizza og postaðinn á Wilsons appið á Facebook og þú gæti verið á leiðin á þjóðhátíð með 3 bestu vinuðinum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Fyrsti vinningur gæti orðið 950 milljónir króna. Það er kannski ekki alveg milljarður, en það dugar. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Í dag er Atlandsolíudagur. 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolía. Lili. Já. 10 gigabæt. Já, 10 gigabæt. 500 krónur. Já, 500 krónur? Já. Hvert er eiginlega að fara með þessu? Nú út allt. Þetta er niðurhald á stærsta 3G neti landsins sem er nánast út allt. Hvert ert að fara? 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. iPhone 4 er á tilboði á aðeins 89.990 krónur hjá Vodafone. Með öllum iPhoneum fylgja partypassi tónlist.is og netfrelsi skjás 1. Vodafone. Manstu þegar þú sást hann fyrst? Poker Face með Lady Gaga. Við erum búinir að segja bless við Retro Stefson, drengina Unnstein og Harald. En skemmtilegi strákar. Skemmtilegi strákar. Gjöri snillingar. Kristján Sturla og Nilli. Í gær varst þú, Kristján, í hraðaspurningu hjá mér. Já, ég stóð mig ekki alveg vel, sko. Jú. Okay. Það er alltaf, þú veist, það er ekkert rétt og ekkert ránt. Nei. Það byrja bara spurningar fyrir þig. En í dag ætlar þú að vera með hraðaspurningu með Nilla. Já, einmitt, skemmtilegt. Skemmtileg tilviljun. Skemmtileg tilviljun. Ég er einmitt búinn að búa til nokkra spurningar fyrir þig. Yndislegt. Ég bara gerði þetta hérna á, ég er einmitt hraðbjóðar til eða líka. Já. Og standa líka. Hraðspurningar í 2. merkingu. Já. Þannig að ert þú tilbúinn? Já. Ég legur reynsaugun og svara alltaf hratt. Ok. Þú er að hvetja hana frá þá. Ok, þetta eru 14 spurningar. 14, vá. Og byrjum... Ok, byrjum þá núna. Ef þú þyrftir að soja á dýri, hvaða dýr? Svín. Uppáhalds íslenska hljómsveit? Þarna, Retro Stefson. Hvað sagðirðu? Retro Stefson. Retro Stefson, ok. Ef ég byggi ekki í Reykjavík, þá byggi ég í... Örugglega bara fyrir norðan. Kvikmyndu líf mitt myndi heita... Svar! Sigarette. Sigarette? Já. Ok, ég elska að... Bara... Svar! Ég elska að vera úti. Mat, já. Ég elska mat? Já. Ok, ég þól ekki þegar... Þegar bara fólk er að segja mér ég megi ekki elska mat. Ok, ef ég var ekki Nilli þá var ég... Þá var ég, skilur... Ísbjörn. Lag sem kemur í gírinn? Kimba. Ég sé mest eftir því að... Ég sé mest eftir ég bara, skilur... Koma svo. Svara, Níels. Svara. Svaka! Ég veit það ekki. Ég sé ekki eftir neina. Ég sé ekki að hafa ekki séð eftir neina. Jú, að hafa ekki séð eftir neina. Ok, skrítið svar. Mest afrek mitt er... Ég veit það ekki. Ég svaraði þessu. Að fylla flugrútuna á PSI. Mac eða PSI? PSI. Mér finnst gott að... Mér finnst mjög gott bara að vera í kringum fólk. Ég kann ekki að... Spila piano? Ég er bestur á Íslandi í að... Svara? Rappa? Já. Ég var verri en þú. Já, ég hef svona fengið sjálfsvöldmist aftur. Hvaða? Eftir að vera Nilla? Já. Það var að fara að gera með það. Hvað dýri með soja og svíni? Svíni. Já, ég veit ekki. Athyglisvert þarna. Já. Þú varst mjög fljótur að svara þessu líka og skrænilega búin að pælt í á. Nei, ég er bara með eitt svona solid svar bara sem er svín.
Svín eru líka mjög fallið dýr, mjög fallegust. Herru, ég keypti líka svínhandaðir í Danmörku. Takk. Já. Ég mikil svínaði það. Svín, já. Uppbórð íslenska hljómsveit, Restor Stefson. Já, það er gott svar. Engin önnur sem þú hugsaður Jú, Nei, Jón Jónsson og félagar. Ég að tjóka þér. Ok, ef ég byggi ekki í Reykjavík, þá byggi ég fyrir norðan. Já, örglega. Á hverju fyrir norðan? Hvar fyrir norðan? Örglega bara í Skagafirði að nálægt Ásbyrgi eða einhvers staðar. Þetta er huggulegur staður. Nálægt Ásbyrgi? Já, æðislegur staður. Væru það bara einn, bara með Já, örglega í lopapeysu bara. Nei, með mömmu. Já. Og mamma. Alltaf með mömmu. Kvikmyndum lífmyndi heita Sjörð. Gerard, sem sagt. Já. Geirharður. En samt, myndun samt, þetta var svolítið mitt, sem sagt, myndin sem myndi vera skýrð væri ævisami, þið líf og starf Níels típu Sjörð. Ég held að hún myndi vera mjög vinsæl. Já. Ég ekki viss. Já, ég elska að... Hvað sagði þar? Hvað var það aftur? Ég elska að vera í kringum fólk. Já, minnst það rosalega gott. Já, ég held að það sé eigi vel við innina. Ég þól ekki þegar... Hvað var það aftur? Ég þól ekki þegar fólk þarna segir mér að ég með ekki borða. Já, nei, ég elska að borða. Ég elska að borða, sko. Og ég þól ekki þegar fólk segir, eru margir sem er að segja að með ekki borða? Nei, það voru þarna nokkri aðeinar á tímabili. Það var þeirra náttúrulega í átækjum. Það mátt samt alveg borða. Já. Það þurfa allir að borða. Ef ég var ekki Nilli, þá væri ég ísbjörn. Nei, það var bara eitthvað svona bull, sko. Þú sagði samt ísbjörn. Já, ég væri samt örglega, ef ég væri ekki Nilli, þá væri ég... Þeir langar greinilega að verða ísbjörn. Já. Nei, ég væri, kannski sko. Kannski einn daginn. Tækninni fleitir fram. Ég veit það ekki, sko. Hvort segir maður fleitir eða fleir? Ég veit það ekki. Fleitir. Ég veit þetta. Ok. Lag sem kemur í gírinn. Kimba, já. Með Restor Stefson. Það er skemmtilegt. Það er rosalega töff. Ég sé mest eftir því að þarna áttur svolítið erfitt. Já, bara, skilu, það er margt sem maður sér eftir en samt, skilu, já. Hefur aldrei framið morð, til dæmis? Nei, ég hef ekki gert það. Nilli gæti ekki skadað mann. Nei. Hann er svo góður í sér. Góð hjartar. En þú, Björn? Hvað, geti ég skadað mann? Já. Nei, ég er góður við fólk. Þú ert nefnilega mjög... Við erum allir mjög góður, held ég. Ég er bara hrekkjusvín, skilur. Ég er oft svona eitthvað að stríða en það er á góðunótunum. Þú segir alltaf fyrir geðu líka. Ég segi alltaf fyrir geðu. Nei. Það er alltaf lægi að meiða en það má ekki særa, eins og Bubi segir. Nefnitt. Ég sé mest afrek mitt er... Bara, skilur, er það ekki bara... Mest afrek, er það ekki bara að vera komin eitthvað... Sjónvarpið, eða? Rólegur, Nilli, það er ekki fínt afrek? Rólegur að vera góður með þig. Nei, er það ekki bara fínt afrek fyrir ungan dreng og uppleður? Ég er að stríða þér. Þú ert bara, já, þú ert á toppnum núna og ekki eldri en þetta. Nei. Og nú fyrir bara alltaf niðurlið. Já. Makk eða PC, þú ert PC-maður? Já, ég hef aldrei verið fyrir Makk. Það er alltaf mikið eitthvað svona, bara vesen, sko. Nei, einmitt ekki. Þú ert að fara í hluti sem þú vilt ekkert fara í. Bjössi var PC-maður. Ég er Makk, núna. Makkar í dag. Þetta eru deilur sem munu að halda áfram. Það munu að halda áfram um ókomna tíð. Klárum þetta að mér finnst gott að... Mér finnst gott að vera í kringum fólk. Já, það var svarið, já. Ég kann ekki að vera í kringum... Nei, það var eitthvað svona... Að spila píano? Spila píano, já. Nei, ég hefði píano í 4 ár. Þú ert ekki minnugur, Kristján. Nei, ég er nefnilega... Ég fann að hafa ágjur af því. Já. Eða kannski missi ég bara... Það veit ekki. En ég er bestur á Íslandi í að... Hvað var það þurr? Það var rappa. Að rappa, já. Sem er náttúrulega bara vonlust, sko. Það er ekki rétt hjá þér. Nei. Þú ert langt frá að vera bestur í því, en þú ert góður í mörg öðru, eins og þess. Já, í hverju, Björn? Bara góðu vinnur. Þakka ekki hérna fyrir. Tröstur. Ég var hérna samt með nokkra svona lengri spurningar. Má ég spura eina hérna? Já, gjör svo vel. Veldu eina, Kristján. Ef þú mætti velja þekktan íslenskan einstakling til að þjóna þér, hver myndi það vera? Þekktan? Já, Björn Braga Arnarsson, ekki spurning. Já, með grunaðar reyndar þetta er svarið. Ég hefði átt að segja ekki Bjössi, mátti ekki segja Bjössi, en ok. Ok. Ég er ekki bara þjónaðin í líf. Nei, það er ekki sens. Nei, ég myndi örgulega... Hvernig væri gaman að fá að þjóna? Ég veit ekki. Ég held að þú myndir aldrei njóta einn betur en þegar ég væri að þjóna þér. Nei, örgulega ekki. Þú verður ánægð með það að fá aðeins að ná þér niður að mér. Já. Og að lokum fyrir lag, hvort myndir frekar vilja vera með tálknis og fiskar og geta andað í kafið að blettatíkslappir. Og ég byrði þau að sjá það fyrir sér. Já, ok. Tálknis og fiskar. Segir Níels. Takk fyrir þetta, Níels. Takk fyrir þessar hraðaspurningar, Kristján. Já, mínur ánægðin. Þá höldum við að vera með góða tónlist. Þetta er fyrir afmælisbarnið Láru Dröfn úr Hveragerði.
Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Hágæða ungnautakjöt. Aldrei fryst. Alltaf ferskt. Hamborgarafabrikan 5757575. Fabrikan@fabrikan.is. Vertu í takt við Ólympíuleikana í London með Coca-Cola. Þekkið þú fuglinn? Þetta Lóan. Hún mesta stjarnan í flokki farfuglana. Lestu meira farfuglana í vegabréfi N1 og safnaðu stimplum sem færa þér gjafir og möguleika á glæsilegum vinningum. Sjáumst í sumar. N1. Meira í leiðinni. iPhone 4 á tilboði aðeins 89.990 krónur hjá Vodafone. Með öllum iPhoneum fylgja partipassi í tónlist.is og netfrelsi Skjás 1. Vodafone. FM 95 blöð. Á FM 95. Með Katy Perry síðasta lag, eða næst síðasta lag þáttarins í dag. FM 95 blöð. Hann á enda. Dagur að kvöldi kominn. Já. Tíminn fljótur að líða. Time flies when you're having fun. It sure is. Tíminn líður hraðar en hægar. Tíminn líður hratt að gera þetta. Finnst þér aldrei ógnulegt til þess að tíminn mun aldrei hægt að líða? Finnst þér aldrei ógnulegt að hugsa til þess að í dag ertu as young as you'll ever be? Þú verður bara eldri. Bara þegar þú er eldri. Jó, þetta svipu pælingu að hugsa daginn, þú veist. Maður alltaf hugsa, gaman þegar ég var 20, gaman þegar ég var 25 eða eitthvað. Já. Við erum að upplifa núna tíman. Hugsaðu stundum það gaman þegar ég var 40. Nei, ég gera það ekki. En kannski mun ég gera það eftir 40 ár. Já. Því ég er hann 67 ára. Já. Það var gaman þegar ég var 40 ára. En njótið tíma, njótið dagsins. Krakkar, þið þarna úti og þið hlustendur, njótið dagsins. Það er fínt veður og kósi. Það er hlýkvöldi þó sé ekki endilega sól. Já. Það er ekki, kannski komin sól. Það er eitthvað óver að rigna út alla vikuna, sko. Já, það er kannski enga 50 gráður í Bagdad, en það er allavega hana. Mér náttúrulega til Bagdad núna. Skella mér sólinn á sandinn í Bagdad. Við þráum að komast til Bagdad. Það væri fínt. En við hvetjum fólk til að nýta sólina, því að það á að rigna, setjum bara vikunar. En ég held að það sé gott fyrir gróðurinn að fá smá rigningu. Já, ég held það líka. Já. Ég held að vanti rosalega mikið. Ég vann einu svona golfvelli og það var svo leiðilt að þurftum að vökva. Þannig að þú veist, ég skil fólk sem er á golfvelli og leiðilt að vökva. Svo þurrkarnir fyrir norðan líka. Já, þurrkarnir fyrir norðan er algjörlega hræðilegir. Hvað ætlið þið að gera í kvöld, strákar? Góð spurning. Ég er að fara að hitta skólafélaga mína gamla. Okay. Eða gamla, því ég er svo gamall maður. Það er skemmtilegt. Já, menntaskóla. Er þú nynni? Ég held að ég slangi bara á svolítið. Já, kíkir á Friends. Friends, alló. Hvaða þátt ætlar að horfa á? Hvaða Friends þátt? Ég ætla að horfa núna á 3. seríuna. 3. seríuna Friends? Þegar, þarna on the beach, þegar hún rakkar á sér höfuð í kærastaróf. Mér finnst það skemmtilegt. Þau eru svo... Þau eru ruggluð krakkarnir í Friends. Ljúfar minningar. Herri, það var æðislegt að vera með ykkur. Kristján og Nilli, takk fyrir í dag. Við sjáumst. Við sjáumst á föstudaginn. Já. Því að á morgun verða þeir Friðrik Dór, tónlistarmaður, og Fannar Sveinsson úr Hraðfréttum. En þangað til, verið sæl. Tónlist.is gamanferðir Vá Air og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráði í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Útvarpsfréttirnar rétt áðan. Hefur mikið gert á hálftíma? Já, sjónvarpsfréttirnar eru með mynd. Ég ger mig grein fyrir því. Ég get sett síman bara hérna á þúuna til við getum hort báðir. Frábært. Hugsaðu hvað það er magnað að horfa yfir fjörðinn og svo er bara einhver lítill Bogi Ágústsson þetta í símtæki á þúfu. Ég býði ofvæni. Og hann segir fréttir bara sér svona. Þvílík spenna. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. FM 95 blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.